Kæri gestir, forseti Íslands, aðrir, nú förum við yfir á að tala spor og sprungur. Og þá erum við að tala hér kolefnissporið. Ég mun fara í gegnum nokkra þætti í fyrirlestrinum, þá alveg frá hversu mikil losun CO2, og það ekki furða að við segjum steypa. Að því að steypa það langmest framleita efni mannsins. Það svo langt umfram öll önnur efni. Það mjög umhverfisvænt. En vegna þess að við gerum svo mikið af því, þá kemur svo mikið CO2 frá því. Og hér sjáum þið að ef við myndum gera veg, taka 1 rúmmetra steypu, fleta hann út þannig að hann yrði 10 cm og 10 metra breiður. Og jörðin, hún 40.000 kilometrar eða 40 milljónir metrar, þá myndi sá vegur ná 200 hringi í kringum jörðina. Ágætur hringvegur, ha? Góða ferð. Ég nenni ekki að bíða eftir þessum 200 hringjum. Ok, en þetta málið. Þess vegna, sá hlutur steypunnar sem stendur fyrir 85% af kolefnisspori þess sementið. Og þannig að það passar það vel eftir síðasta fyrirlestur af því að við erum bara að gera kalsíumsilikat. Í hennar tilfelli þá erum við mikið meiri silikat og vill hafa langt á milli þráða. Við viljum hafa sterkt og mjög stutt á milli þráða. Ha? En meginhlutin hjá okkur sem sagt að við viljum fá kalsíumoxíð. En þegar við splittum kalksteinin, eða þau efni sem hafa kalsíumkarbonat, þá kemur svo mikið CO2. Við höfum líka bruna, þannig að við þurfum að brenna þetta og við þurfum að mala sementið. En helmingurinn á orkunni kemur til að fá kalsíumoxíð. Þannig að þess vegna líkill í svokallar umhverfisvænni steypu sem við munum sýna á eftir, það að við notum sama kísilríkið. Og við notum það í Abu Dhabi frá Elkem. Það var meginbindefni. Og það sem styrkur og veikleiki steypunar, það svo auðvelt að búa hana til. Það bæði styrkurinn og veikleikin. Veikleikin að það svo auðvelt að gera ónýta steypu. Ég get beðið tengdamömmu að fara bara út á bílastæði, það möl, taka smávegis þar, út í garð, taka sand, það sementspokki niður í kjallara og svo segi ég bara við henni, taktu 50 grömm af vatni, 100 grömm af sementi, 300 grömm af sandi og 400 grömm af stein, hrærðu saman en hún verður að nota flotefni. Og þá getur hann alveg gert C25 steypu. Ok, það bara spurning hvort það sé jöfn framleiðsla. Nei, þetta ekki þyngdin á mér. Þetta rýrnun steypun. Sjáðu. Og þetta stóra vandamál. Það svo auðvelt að gera slæma steypu líka. Við vorum með alkalídraugin, en við kváðum hann niður. Og það var kísilríki sem gerði það. Við vorum það land í heiminum sem hafði langmest alkalískemmdir í heiminum hlutfallslega. En með kísilríki og öðru, en það var kísilríki sem spilaði aðalhlutverki, þá kváðum við draugin algjörlega niður. Nú erum við komið með sprungudraugin. Og við erum að reyna að finna aðrar aðferðir til þess að gera vita, því að núna það verður nóg að gera á næstunni. Og þess vegna erum við líka með tengsl við eins og við Abu Dhabi og aðra, að því að í fyrsta dæmunum þá samþykkja þeir ekki sprungur. Það hágæða steypa yfirleitt sem framleitt og það fleiri lönd líka, það þannig lagað önnur lönd. Og nú ætla ég bara að sýna, þetta óvarin steypa frá 3 íslensku steypustöðum, þetta alveg nýjar mælingar, ég hef sýnt ofta áður og það hér. Þetta rýrnun og við erum að tala að á rúmum mánuði þá dregst hún saman næstu því millimetr á metr. Við erum að tala prómil.
En steypan þolir ekki mikið meira en að vera hér í kringum þetta hér. Þetta steypa með mjög miklu sementi í Abu Dhabi, en þeir eru með helmingi sterkari. Og hér sem sagt C40, þetta íslensku steypunar í kringum C25, og svo erum við með Eco Extreme, mjög umhverfisvæna steypu. Við munum tala þetta aðeins seinna. En það list að gera steypu, og það þarf fagþekkingu og við verðum að auka hana hér. Það einhvern veginn að það myndast svona vissar hefðir að allir geta búið til steypustöð og byrja að framleiða. Annað vandamál sem kemur líka hjá okkur, til dæmis við höfum eiginlega engar riðskemmdir eins og í Kanada eða Norður-Ameríku. Það þriðja hver brú allavega með riðskemmdir. Og það það að við höfum notað þetta kísirík sem allir að tala svo mikið en núna á að hætta að framleiða íslenskt sement. Og það var kísirík í öllu íslensku sementi til að kveða niður alkalítruginn. Kísirík sá mesti gæðaauki sem við höfum. Hann líka lykillinn að því að við gátum gert umhverfisvænustu steypu heims. En hann að hverfa og því miður, það eiginlega vegagerðin ennþá með kröfur að hafa, já, vel gert, vegagerð, vel gert, vegagerð, vel gert, vegagerð. Ok, já. En sjáðu, við verðum að passa upp á þetta og koma því áfram. Frá þessu ætla ég að fara yfir í æviferils efnis, þetta getur verið bíll eða getur verið steypa eða hvað sem Við förum beint út, sjáu þið, ég með grænan pointer, umhverfisvænan pointer. Við förum frá efni, framleiðslu, notkun og urðun. Þetta bara hérna. Ok, ef við erum með flugvél, þá næstu öll orkan sem fer lífst frá vöggu til grafari á flugvélni, það eldsneytið. Ef við tökum bílastæðahús, þá það 90% það efnið. Og hérna, í venjulegum húsum, þá yfirleitt þá orkan sem fer í kælingu og hitun og ljós, það 80%. Okay, ef við tökum íslenskt hús, þá við, ef við tökum CO2, orkan ennþá hér uppi, en við erum með vistvæna orkun, þannig að CO2-losun okkar verður mun minni. Og þess vegna mikilvægt að við getum minnkað efnishlutann. Og hér við, þegar við gerðum eins og ég sagði ykkur á síðasta ársfundi, þá gerðum við loforð til forseta Íslands að við myndum gera umhverfisvænustu steypu heims og við stóðum við það. Þetta mánuði áður og þá steyptum við í Abu Dhabi í desember og þetta 50% sterkari en venjuleg íslensk steypa, það bara örlítið sement í henni, hún með alveg rosa þéttleika eða þann langmesta þéttleika sem við nokkuð tíma mælt á stofnunni og rýrnin var mun minni, þið sáuðu glæruna varðandi það. Og hér sjáu þið, þannig að hún með tvöfalda styrk, við verðum að muna það að það svo kallað C20, eða 3000 PSI sem mainstream steypa í Bandaríkjunum. Og ef við tökum venjulega tvöfaldstyrk, þá erum við hér. Raunverulega vorum við með 0,04 en við erum svona diplomatiska, því við notaðum notað fyllefni líka í þessu. Og við notuðum þessa master approach til að reikna út kolefnissporið. Það skeður svo rosa mikið hérna. Hérna sjáu þið 91 og 2005 og þetta skeður svo rosalega hratt. Ég því miður ekki með frá Abu Dhabi en ég get sýnt ykkur frá Dubai. Þetta breytist dag frá degi. Sjáu þið. Oliver. Já. Do you think concrete is sexy? Well, I would say so. If you look at the color from different angles and in a microscope, you will see very many colorful and exciting things in it. Unfortunately, most people see only gray things. Hlutverk hér náttúrulega að reyna að gera umhverfisvænustu steypu heims og gera það í samvinnu við Abu Dhabi Ready Mix. This is a historic event. I know it's a strong statement.
but it really is an historic event. Reducing carbon footprint of concrete has, in my opinion, two major reasons. One of them is a more philosophical reason, in which we're thinking about the next generations, that we want to give them a cleaner planet than we have now. And the second, which is a lot more mundane, is to reduce our consumption of fossil fuels, non-renewable energies, which at the same time leads to a carbon reduction of our activities. Thank you very much. Þarna gerðum við svokallaða umhverfisvænustu steypu heims og við gerðum með kolefnisspor sem 0,05. Það 1/100 hluti þess sem í ryðfríu stáli. Svo þetta var verulega. Þetta yrði verulega sparnar ef við tökum bara kolefnisspor, CO2 losun af mannavöldum vegna iðnaðar og jarðefnabruna. Þá gerir steinsteypa 10% af öllu því. Þannig að ef maður fær í svona lausn, þá getur maður farið niður í fjórðung þess. Það ekki þar með sagt að við getum gert þetta allstaðar, eins og sumstaðar á Indlandi, en allavega bara ef við myndum ná þessu í gegn í Kína, og Kína mjög oft með mjög háþróaðar framleiðslu, þá myndum við ná vel áfram. Og við stóðum þarna við, þegar við getum séð hérna, við getum lært af furstadaganum. Við getum haft betri steypu í okkar húsum. Við þurfum ekki á öllum þessu sprungum að halda. Við erum að reyna að kveða niður kolefnisstraum. Og munið, CS40, sem þetta bara segir til styrkin á steypunni, í staðinn fyrir 25 megapascal, þá það 40 megapascal. Í Singapúr þá hafa þeir sagt að minnsti styrkur eigi að vera C40, ekki vegna styrks, heldur vegna endingar. Og alltaf þegar við höfum sterkari steypu, þá hlutfallslega auðveldara að gera hana umhverfisvænni. Það stór hluti af þessu. Og kveðum niður rýrnunardrauginn. Þetta út allt, þið sjá þetta á mjög mörgum stöðum. Og við getum alveg gert, alveg eins og núna á að leggja niður Sementsverksmiðjuna, eða hún verður í samvinnu við Norcem í Noregi og það verður flutt inn í sementi gegnum hana. En við getum alveg eins gert umhverfisvæni með þáttöku síðasta fyrirlesara og Ingólfur og þeirra tími, þá getum við alveg gert umhverfisvænustu Sementsverksmiðju heims. Hallgrímur hérna frá Nýsköpunarmiðstöð, hann notaði rama til að skauta í staðinn fyrir kol. Og fleiri aðrir við Nýsköpunarmiðstöð fyrir löngu síðan, svo við getum notað rafmagn í þetta. Og að lokum, þá mun ég bara fara aftur yfir þetta, sama ferlið, að ef við notum umhverfisvæn efni, við verum að muna, við förum í gegnum efni, framleiðslu, flutning og urðun, og notkun, og urðun aftur. Ef við notum hér, þá meginhlutin hér, það fer í steypuna, náttúrulega bendistál, við erum þá nota endurunni stál eða basaltrefjastangir. En mestu hlutin af orkunni fer í hitun og kælingu og smá rafmagn í gegnum lífsleiðina. Þetta getur verið orka eða CO2. Ef við notum umhverfisvæna orku og gerum annað í sambandi við brím tekur eiginlega ekki tillit til steypunar, en ef við gerum aðra hluti hér, þá getum við minnkað þennan. Þá verður steypan allt í einu orðin stóri punkturinn. Þess vegna þurfum við á umhverfisvænni steypu. Þakka ykkur kærlega fyrir.